Far þegar lífverur fara á milli landsvæða eftir árstíðum. Við þekkjum vel á Íslandi farfugla, sem eru fuglar sem koma alla jafna hingað á sumrin, verpa, en flytja sig síðan sunnar á veturna til þess að vera einhvers staðar þar sem ekki eins kalt og meira að borða. Það eru líka önnur dýr sem gera þetta: skordýr, spendýr, fiskar og alls konar dýr. Það eru mjög þekktar farleiðir dýra til dæmis í Afríku. Til dæmis gnýir, þeir fara í hring eftir árstíðum til þess að meðal annars nýta það sem besti gróðurinn á regntímanum, en koma svo önnur landsvæði á öðrum árstímum til þess að ná og vinna upp steinefni í líkamanum. Þannig að þetta ekkert alltaf hitastig sem stýrir því hvort að dýr eru hér á þessum árstímum eða eitthvað staðar annars staðar. Eitt ýktasta fardýrið á Íslandi sennilega krían. Hún fer alla leið til suðurskautslandsins á veturna hjá okkur, en þá sumar þar, þannig að það eiginlega alltaf sumar hjá kríunni. Því hún hér á sumri þegar það sumar á norðurhveli og á suðurhveli þegar það sumar þar. Ástæðan fyrir því að dýr stunda far ekki það að einhverjir einstaklingar hafi uppgötvað á sjálfu sér að þetta gæti verið heppilegt. Heldur virkar þetta þannig að einhver dýr fór að færa sig eitthvað pínu og það virðist hafa hentað þeim betur heldur en hinum, og þau þar af leiðandi átt fleiri afkvæmi og þau afkvæmi farið að gera það sama, og þannig verður þetta ýktar og þeir sem að fara heppilegustu leiðina fjölga sér meiri en aðrir, og þess vegna þetta orðið þannig núna að það því sem næst öll tegundin sem gerir þetta sama. Það þó ekki þannig að allir stofnar sömu tegundar fari á sama svæði, og eins og við þekkjum með fugla hér, það fara ekkert allir farfuglarnir. Til dæmis eru eftir gæsir og endur í Reykjavík eða á höfuðborgarsvæðinu, en í öðrum landshlutum þá fara þær.